Góðan daginn og velkomin í Borgó í beinni, í listamannaspjall. Ég heiti Salka Guðmundsdóttir. Og ég heiti Eva Rún. Og við ætlum að spjalla sem tvö leikskáld í dag. Reyna aðeins að koma heilanum á ykkur aftur af stað eftir langa COVID-pásu, myndi ég segja, allavega í mínu tilviki. Kannski bara byrja að segja aðeins frá okkur. Ég heiti Salka Guðmundsdóttir og ég var leikskáld Borgarleikhússins 2016 til 17. Var reyndar aðeins lengur en ætlað var vegna þess að ég tók þátt í að gera leikgerð að Sölkuvölku með leikstjóranum Jönu Ross og svo skrifaði ég barnaverk sem hét Skúmaskot og var sett upp af Grétu Kristínu Ómarsdóttur snemma árs 2018 og já, ég hef búin að vera að skrifa fyrir leikhús í tæplega 10 ár núna. Fyrsta verkið mitt hét Súldarsker og var frumsýnt 2011 í leikstjórn Hörpu Arnardóttur. Svo hef ég skrifað talsvert fyrir svið og líka fyrir útvarpsleikhús og eitthvað farið til útlanda líka með verk. Og já, annars er ég að koma úr mjög löngu fæðingarorlofi, þannig að ég er svona, eins og ég segi, aðeins að koma heilanum á stað. Þannig að Eva. Já, ég er menntaður sviðshöfundur og hef svona mest sem leikskáld og sviðslistakona skrifað í teymi. Ég hef bæði verið að vinna með sviðslistahópnum 16 elskendur og svo Quiz Búm Bang, framandverkaflokknum Quiz Búm Bang sem var starfandi í það bil 10 ár en er nú í frekar svona langri pásu. Og hef svona mest verið að gera þátttökuverk eða sem sagt framandverk sem er svona okkar við í hópnum Quiz Búm Bang bjuggum til það hugtak utanum okkar útgáfu af eins konar innlimunarleikhúsi. Það sem eru frekar svona inntakið þetta eru svona aðstæður þar sem að áhorfendur verða þáttakendur og þeir ganga inn í. En svo hef ég líka verið að skrifa sem ljóðskáld, hef gefið út 3 ljóðabækur og ég verð sem sagt ein af 2 leikskáldum Borgarleikhússins núna á þessu ári. Ég og hann Matthías Tryggvi Haraldsson. Kannski strax sem ég dettur í huga því þú fer að tala að þú ert búin að vera að vinna í teymi. Já. Og þess fannst mér, við erum mjög góðar vinkonur, og ég var ekki undrandi að væri valin leikskáld Borgarleikhússins, en ég var pínhissa að þú skildir sækja af því þú ert svo mikið búin að vinna í teymi með sviðslistamiðilinn. Þú veist, og er það eitthvað bara, var þið búið að langa svolítið lengi að fara kannski, af því þú ert náttúrulega búin að vinna sjálf í þínum bara ljóðum, þínum bókum. Var þið lengi búið að langa kannski að vera eini textahöfundurinn eða eitthvað slíkt? Nei, nefnilega ekki. Umsóknin mín, ég var nefnilega, mér hefur lengi langað til þess að eða kannski í nokkur ár, til þess að koma hingað með það sem ég hef verið að gera sem sviðslistakona. En ég var bara rosa glöð, ég bjóst ekki endilega við því að verða valin út af því að ég sótti bara umsóknin mín snerist sem sagt svona óhefðbundna leikritunar gerð og að gera sem sagt innlimunarleikhús í sem sagt einhvers staðar út í borginni en að nota það sem að húsið hefur upp á að bjóða sem er náttúrulega bara helling af kunnáttu sem kemur með þessu húsi og bara reynslu og öllu því bara að fá að vera hérna og búa til innlimunarleikhús. Þannig að ég sótti með það fyrir höndum að þróa áfram mínar vinnuaðferðir nema breytingin þá að ég er ekki að skrifa í hópi en ég skrifaði samt inn í umsóknina að ég myndi vilja nýta húsið að einhverju leyti til dæmis að í vinnuferlinu að notast við svona einhvers konar workshop þar sem að kasta yrði boltum og allt svoleiðis. Þannig að hendaði mér alveg ákaflega vel þegar það kom síðan í ljós að við verðum 2. Út af því að við erum ekki að fara að vinna saman að verki, við erum að vinna okkar eigin
listaverk en við munum kasta boltum á milli og lesa fyrir hvort annað og kannski skiptast á vinnuaðferðum og þannig að það mjög svona juicy fyrst mér. Kannski áhugavert að tala aðeins vinnuaðferðir af því að sko mér svo áhugavert að vera leikskáld af því að maður svo undarleg blanda af einhverjum svona einfara sem að vinnur að sinni list í einrúmi og af mannesku sem að vinna með rosalega stóra heild. Og það svo mikill munur á sem finnst mér allavega og að vera að vinna að til dæmis bara einhver sem að veit að vera bók af því að þú einhvern veginn, þú ert að búa til eitthvert sköpunarverk sem samt algjörlega háð því að það taki einhver annar þátt í því. Og ég held líka að sko, ég veit ekki, það náttúrulega til alls konar stefnur og straumar í leikritinu og það til rosalega svona stífir svona ótörar sem að höfðu, ég held að það hafi verið miklu algengar hér áður fyrir að það voru kannski einhver sem höfðu bara mjög eindregna sýn, ég hugsa bara Beckett til dæmis, sem hafði bara mjög eindregna sýn á það að hann hefði mótað verkið sitt fyrirfram eins og það ætti síðan að sýnast alla eilífð. Og hafði það einhvern svona strúktúr í huga sem hann vildi ekki vera hrófla við, sem líka bara ákveðið viðhorf. Og líka eins og til dæmis ég þýddi Hver hræddur við Virginia Woolf eftir Edward Albee og hann hélt mjög sko stíft utan sitt höfundaverk. Að það væri eins og það kom á kúnni frá honum. Hann svo sem sjálfur sko uppfærði verkið reglulega og örugglega önnur verk líka en hann samt sko vildi einhvern veginn samþykkja það sem sko frá honum fór. Sem svolítið áhugavert í þessu af því að finnst einhvern veginn þegar maður hefur valið sér þennan miðil þá finnst mér svo mikið ýta undir að maður þurfa að vera allavega í svona nútíma leikhúsi þurfa maður að vera mjög svona sveigjanlegur og kannski svolítið tilbúin að einhvern veginn leggja þetta fram sko og leyfa öðrum aðeins að gramsa í þessu en auðvitað þarf maður líka að standa með sjálfum sér. Mér finnst það stundum svolítið erfitt að sko, þú veist, að einhvern veginn marka sér stöðu sem höfundur og kannski eins og þegar ég var að byrja þá var kannski einhvern veginn þannig allir miklu reynslu meiri alltaf og þeim leikstjórar eru yfirleitt miklu reynslu meiri heldur en leikskáld af því að við bara erum svo fá og við höfum svo kannski færi tækifæri til þess að svona þróa okkar list og mér finnst stundum pínu flókið að sko vita hvað einhvern veginn, þú veist, hvar dreg ég mörkin og hvenær einhvern veginn stend ég með mínu en ég held að þetta sé kannski öðruvísi fyrir til dæmis af því að þú kemur aðeins öðruvísi námi en ég lærði þess að svona hefðbundnar kannski leiklistafræði og sömuleiðis leiklist, leikstjórn og svoleiðis í skóla sem heitir Aberystwyth háskóli út í Wales þar sem við vorum að vinna eftir svona hefðbundnar aðferðina. Það náttúrulega svo mikil svona einhvers konar samsköpunar sveigjanleika áhersla hefur verið það ekki í í sviðslistabrautinni. Jú, einmitt. Það er mikil áhersla á samsköpun og svona að blanda saman, þú veist, vinna á jaðri og mörkum og svoleiðis. Þannig að þú veist, já. En finnst þér eitthvað, þú veist, finnst þér eitthvað í leikhúsinu sem að, ég veit ekki, finnst þér leikhús of eitthvað, of íhaldsamt eða þú veist, þegar þú kemur inn í það svona kannski frá meiri svona, þú veist, performance sviðslista horni, þú veist, er eitthvað sem þið langar að sjá meira einhvern veginn breytast í leikhúsinu? Já, sko, einmitt. Ég hef bara svo rosalega mikið verið í sviðslistinni, þú veist, oft á það sem að ég var rosa til dæmis bara ekkert unnið í leikhúsi þar sem er verið að setja upp handrit. Þannig að það er mjög áhugavert, ég er bara fullkomlega, þú veist, ég hef aldrei unnið þannig en hef alveg meir en áratugar reynslu að því að setja upp sviðsverk samt einhvern veginn, þannig að þetta er bara svona allt önnur nálgun en ég get talað sem áhorfandi, þú veist, að þannig verkum að ég veit ekki, þú veist, það er eitthvað sem gerði, þú veist, kannski er þetta bara einmitt, ég hef heldur ekkert neitt rosalega mikið sótt í að horfa á þannig verk og mér finnst ofta eins og ég hafi ekki aðgang að þegar það eru svona þú veist, ég er vissum þetta er kannski bara einhver svona þjálfun í að þegar það er verið að setja upp eitthvað klassískt verk og þá finnur maður einhvern veginn að það er, þú veist, höfundurinn sem er með eitthvað seg og svo kemur
þú veist, þetta verður svo marglaga, Já, þú veist, já, og svo já. kemur sögn leikstjórans og svo eru leikararnir líka listamenn með sína sögn og stundum bara einhvern veginn, þú veist, og þetta eru svona vísanir í oft margar áttir og ég oft, þú veist, þá hann næri það ekki alveg inn í magan einhvern veginn, en ég get til dæmis merkt talað sýningu sem að það virkaði til dæmis eins og Club Romantica sem að Frábær sýning. allir og það var eitthvað svona, þú veist, þegar ég fór á hana þá fekk ég svona trú á, þú veist, og ég er ekki að segja auðvitað hefur þetta verið gert á trylltan hátt og allt svona, þú veist, þetta er líka bara mitt einhvern veginn, en ég fekk svona svo mikla trú á bara sviðið og að performera og þú veist, þetta moment í leikhúsinu þegar ég fór á þá sýningu, þegar ég hef ekkert verið neitt mjög ég hef ekkert verið mjög trúið á þetta moment fyrr en á Club Romantica, þá svona magnaðist hún upp aftur út af því að þú veist, það bara gerðist eitthvað, ég er búin að sjá hana 3 svar og bara, þú veist, það er bara eitthvað við, þú veist, það er svo svona, það er eitthvað við bara tenginguna sem kemur, þú veist, hún er eitthvað svo tær einhvern veginn og mér finnst það svo magna þegar það næst einhvern veginn að já, tengingin við viðfangsefni verður svo tær að þú veist, upplifunin í salnum verður bara eins og einhver svona bara svolítið eins og bara eitthvað svona trúar upplifun. Það var alltaf mín upplifun þannig. En ég hef reynt sko, þegar ég var að vinna að minni síðustu ljóðabók sem heitir Fræ sem frjóvga myrkrið, þá var ég upphaflega, mér langaði til þess að nálgast það efni með, þannig að það yrði bara skrifa sem leikhandrit. En ég bara, mér finnst svo rosalega erfitt og mér langar að heyra hvernig hvort að þú sért með eitthvað svona kúnstir í þessu. Mér fannst svona eins og ég sá þetta fyrir mér svona eins og þú veist, eða svona hringur og ég ætti að skrifa, þú veist, heildin þyrfti að ganga upp en bara 1/3 þyrfti að vera bara tómarúm eða þú veist, fyrir aðra til að túlka. Já, ég skil. Og þú veist, út af því að þú getur ekki skrifað allt inn því að það verður fólk að geta komið að þessu og bara skrifa rými fyrir aðra og ég bara á þeim tímapunkti eða með þetta efni eða eitthvað, ég var ekki tilbúin í það. Ég þurfti bara að klára hringinn. Já, ég veit ekki hvort þetta meikar eitthvað sens. Nei, ég skil alveg hvað þú meinar. Af því að þetta er einhvers konar, sko, að velja þetta sem form, það náttúrulega gengur ekkert upp fyrir allar hugmyndir sem maður er með. Af því að mitt krefst svo rosalegar opnunar og svo mikillar berskjöldunar og það krefst þess að fólk geti sagt þér, sko, og þú takir mark á því að þín einhvern veginn tjáning á þinni pælingu sé jafnvel röng. Já. Og að þú sést tilbúin að vera sko inn í einhverju svona líka ferli. Að þetta er ekki eins og þú sést að skrifa einhverja bók, svo fær einhverja athugasemdir, þú bregst við þeim, sendir tilbaka. Þetta er bara svona rosa lifandi ferli og ég upplifi þetta oft sko eins og maður sé svo brjálæðislega berskjaldaður, bara til dæmis þegar maður hittir hópinn og maður er að koma með einhvern veginn nýtt handrit og þetta er eins og svona flakandi sár sko og svo eru allir komnir inn sko að grauta einhvern veginn og maður þarf bara að vera með, held ég, efni og form einmitt þar sem maður er tilbúin til þess. Og þar sem maður veit að það verður einhvern veginn gjöfult og gerir listaverki stærra og betra. Og mér finnst líka samt ógeðslega hugrækt eins og að þú skildir bara átta þig á því þá. Að bara, heyrðu, þetta er ekki rétta formið fyrir þetta. Mér langar samt að skrifa fyrir sviðið en það er eitthvað annað efni sem ég ætla að fara með þangað. Já. Og mér finnst einhvern veginn sko, það sem ég tengi ekki við hjá þessum stóru ótörum sem eru, þú veist, að skila sín fullbúna höfundaverki, bla bla bla, er að þá finnst mér þetta kannski, þú veist, það er ekki það sem laðar mig að þessum miðli. Að maður getur gert það í öðru formi, sko. Þú veist, það sem laðar mig að þessu er einmitt þetta bland af því að vera bara ótrúlega einhver einræn típa í vinnunni sinni sem situr bara einhverju kompu. Þú veist, ég satt alltaf hérna upp á bókasafni í svona lítilli huggulegri kompu og einhvern veginn skrifaði, en maður kemst í gegnum það vitandi að það kemur einhver annar og einhvern veginn, þú veist, glæðir verkið manns lífi. Nema það líka að vera með rosa skráp í því. Af því að þú veist, þetta er mikið grams og það fer alveg, þú veist, stundum rosa nærri manni. Þú veist, maður er kannski búin að einhvern veginn leggja rosa vinn í eitthvað og finnst það svona tilfinningar eða rétt og svo bara segir fólk bara því miður, þetta gengur ekki upp allavega ekki hérna fyrir þennan hóp sem að
þú veist, ætlar að taka við verkinu þínu. Já, vá. En þú veist, en þá kemur eitthvað annað í staðinn einhvern veginn og þú veist, og það sem ég held að sé gott við að vera samtíma leikskáld sem að vinna með fólki á svolítið svona opinn hátt einmitt þetta að forðast þetta sem þú varst að tala að það kemur svona lag, ofan á lag, ofan á lag. Þú veist, þetta á ekki að vera eitthvað viðbygging. Já. Þú veist, þetta á að vera einhvern veginn, einhver sambygging. Þó maður hafi, þú veist, byggt einhvern veginn undirstöðuna sjálfur, sko. Já, einmitt. Og það verður kannski bara svolítið flókið í sumum verkum, þú veist, hlýtur að vera. Einmitt. Einhvern veginn, hvernig hægt að komast hjá því. Já. En þú veist, þegar þú skrifar, ertu þá með einhvern svona leikstjóra í huga eða kemur það bara... Ég hef alveg stundum verið það. Já, ég hef stundum verið það. Eða svona kannski tilfinningu, kannski svona einhvern veginn tilfinningu fyrir því sirka bát hvaða típa ég myndi gjarnan vilja að inn í þetta áfram. Svo kemur kannski einhver annar með einhverja frábæra hugmynd, en maður fær nú samt yfirleitt að hafa svona fremur mikið það að segja svona hér á landi allavega. En það er svona kannski, kannski þróast þegar maður einhvern veginn að vinna verkinu, þegar maður finnur hver sko tónninn. Af því maður náttúrulega, þú veist, í þessum litla, á þessu litla Íslandi líka kosturinn sá að maður getur séð allt. Maður getur séð allt sem allir að gera. Þannig að maður hefur kannski svolítið svona tilfinningu fyrir því einhvern veginn, hver að gera það sem höfða til manns. Myndi ég segja. Já, mitt. En svo var ég að hugsa svona með vinnuaðferðir. Hvernig, þú veist, af því að það er svo misjafnt hvort að fólk, sko, ég til dæmis, mér finnst ég oft taka rosa langan umhugsunartíma þar sem að verkið bara mótast í höfðinu. Mér finnst ég stundum vera næstum tilbúið með eitthvað í hausnum áður en ég byrja að skrifa, en svo er það náttúrulega alls ekki rétt, svo bara gerist eitthvað allt annað. Sumir eru rosa mikið bara með bara post-its fyrir bara allt sem á að gerast og skipta því í einhverja búta, sko. Hvar ert þú í þessu öllu saman? Af því að þú ert náttúrulega vön að vinna kannski á svo miklum hugmyndabasis. Já, einmitt. Ég er aldrei, ég bara fæ bara hugmyndir sem geta verið bara, einhvern veginn, mjög, þú veist, oftast bara byrja í einhverjum svona mjög smáum hlutum og bara mjög mikið svona, sem sagt, post-it miðar en aldrei, þú veist, ég veit aldrei hvað er að fara að gerast, þú veist, það er bara svona einhver fræ sem að ég, þú veist, elti og læt leiða mig eitthvert og svo í lokin eða einhvers staðar í ferlinu, þú veist, þá bara raða þeim saman einhvern veginn og þú veist, ég veit aldrei hvar verk í rauninni byrjar eða endar eða neitt þannig, sko. Þannig að þú ert ekki með svona niðurnjörfaðan strúktúr þegar þú byrjar? Nei, einmitt. Af því að sumum finnst það svo gott að búa til svona ramma og setja inn í, sko. Já. Nei, bara ég hef aldrei prófað það, sko. Nei, einmitt. Og það er alltaf skemmtilegasta mómenti finnst mér þegar, eins og til dæmis bara þegar við Quiz Búm Bang höfum verið að gera handrit að þú veist, þá höfum við gert bara, þú veist, alltaf mjög langt rannsóknarferli, þú veist, það sem við erum bara að lesa bækur og horfa á og bara kynna okkur fræði og önnur listaverk og allt þetta og skrifum, þú veist, eins og allir gera bara niður, þú veist, það sem er juicy, söfnum í pott og svo gerum við skapandi æfingar með þennan pott og söfnum efni sem kannski eftir 3 umferðir af skapandi æfingum eru komnar einhvers konar senur og það er alltaf svo ógeðslega skemmtilegt moment þegar stundin kemur á því að fara að raða upp, þú veist, hvað er, þú veist, hvar byrjar eitthvað, hvar, þú veist, að búa til eitthvað út af þessu og mér finnst það eins líka með ljóðum og svona, þó að það sé oftast einhver svona þráður í því sem ég er að gera, þú veist, það er oftast einhvers konar narratífa að þá, þú veist, raða þessu bara alveg upp eftir á, þú veist. Einmitt. En þú, hvernig virkar það þér? Sko, ég hugsa eiginlega allt sem ég geri pínu eins og eitthvað tónverk án þess að sé formlegt, sko. Þú veist, mér finnst ég alltaf þurfa að reyna að skilja svona tónlistina í verkinu og svona, ég hugsa kannski kafla. Ég fæ svona, þú veist, ég er ekki að gera þetta formlega, ég skrif ekki andante eða presto eða eitthvað, en þú veist, ég skynja svona tiltekna kafla kannski eins og hvers konar kafli það væri í einhverju tónverki.
þetta hljómar mjög furðulega, en hérna, sem sagt, ég held að þetta sé að ég, þú veist, var alltaf í tónlist líka bara sem barn og hef alltaf hlustað mikið á tónlist og það eitthvað svona, tónlist oft svo, þú veist, einhvern veginn, það oft svo áþreifanleg uppbygging í tónlist, sérstaklega sígildri tónlist og mér finnst maður stundum skynja svona þegar maður að vinna inn í leiktexta að þú ert í rauninni að vinna svo mikið með sko hrynjandina og einhvern veginn og hún þarf að vera svo rétt og hún þarf að hanga einhvern veginn rétt saman og eitt þarf að leiða henni annað og maður þarf að leiða verkinu svona anda inn á milli og svo skrúfar upp spennuna eða eitthvað slíkt eða þú veist tilfinningarnar og ég upplifði þetta alltaf rosa mikið svona hvar ég stödd í einhverju tónverki. Ég hef aldrei náð að vera post-it konan, ég alltaf að reyna það. Hérna, ég farið á svo mörg svona höfundaspjöll eins og hérna, ég var svo feginsamt, ég fór á spjall með Margaret Atwood þegar ég var í mastersnámi, fyrsta dæmin í mastersnámi og hérna, og hún sagði eina sem hún vissi sko, hún gerði svona tímalínu bara þú veist, að hún sagðist einhvern veginn að það rugglast svo mikið að hún hefði reiknað vitlaust út hvernig einhver verið gamall og hún hefði skammast sín svo hræðilega að það fór í bókina. Þannig að það var í rauninni það eina, hún var ekki með allt í einhverjum post-it miðum og samt hún svo mikil svona drottning formsins. Já, og bara eitthvað á einhverjum þú veist, glósubókum og eitthvað. Og ég var svo fegin sko að hún væri ekki, þú veist, búin að gera bara einhverja tímalínu frá Atelu og allt þetta, heldur væri bara með svona 1980, fæðist þessi, eitthvað svona. Hérna, þannig það svona huggaði mig aðeins, því að mér finnst alltaf eins og post-it fólki hljóta að vera svolítið með þetta og einhverjum svona auðveldari leið í gegnum þetta, ég veit það ekki. En ég yfirleitt sko, hérna, það var einmitt annað leikskáld Borgarleikhússins sem var að spjalla þetta hérna við mig, Þórdís, sem var hérna síðast og við vorum eitthvað að bera saman aðferðir og þá áttaði ég mig á því að ég skipti hlutum rosa mikið í 3 þætti. Ekki beint einhvern veginn, ekki að því ég sé að hugsa allt sem eitthvað 3 þátta verk, en einhvern veginn, þú veist, þá hefur rosa oft verið þannig að þetta einhver svona þriðjungar og þegar ég búið með ákveðin þriðjung, þá finnst mér ég búið með ákveðin hlutaverkinu. Þú veist, hérna, og stundum hef ég skýrt á bara 1. þáttur, 2. þáttur, 3. þáttur til þess að einhvern veginn skýra út fyrir mér hvar ég stödd. Og mér finnst það hjálpa mér, af því að þá finnst mér líka eins og ég komist í gegnum einhverja vörðu. Því það ótrúlega óárennilegt að vera að fara að skrifa, þú veist, 1,5–2 tíma verk, bara í einni beit og veit einhvern veginn ekkert. Þú veist, það rosa gott fyrir mig allavega andlega að vera svona, ok, nú ég búið með 1/3, þú veist, ég komin hérna að þessu, nú bara geym ég þetta aðeins, tek smá pásu, held svo áfram. Af því að þú veist, ég held að maður einhvern veginn þurfi að skipta þessu eitthvað upp í hausnum á sér, held ég. En af því að, hérna, við dættum að því ég var að tala Margaret Atwood, hérna, svona áhrifavaldar og bara listafólk sem að dáist að. Af því að þú líka bara farið útrúlega víða, til dæmis með Quiz Búm Bang og örugglega séð bara ýmislegt sem hefur kannski ekki ratað hingað og svona eins og margir aðrir verið duglega að sækja lokal og stjórna lokal sjálf og svona og bara langaði kannski að vita hérna hvað þú færð svona þína inspirasjón og kannski bara líkur öðrum listgreinum, maður ekkert alltaf bara. Já, einmitt. Já, ég sæki akkurat innblástur bara rosa víða bara í hérna einmitt leikhús og bíómyndir og fræðigreinar svolítið mikið svona sem svona næra svona eitthvað sem að skapar og talandi með mitt post-it með hana, eitthvað svona sem að skapar svona einhverja óreiðu eins og kasta öllu upp og ég finnur svona þrá fyrir að raða því aftur niður einhvern veginn, eitthvað svona sem virkar þannig á mig en ég man svona minn helsti áhrifavaldur þegar ég var ennþá í Listaháskólanum, ég fór í hérna skiptinám til Berlínar í svona myndlistadeild þar og þar fór ég í leikhús sem var svona fyrsta svona eins konar þátttökuverk, maður hafði kannski farið í einhver svona þátttökuverk en þau voru meira miðuð út frá þú veist, forminu sem að svona almenna hefðbundna, þú veist, að þáttakendur væri teknir inn í formati, svið, leikarar, áhorfendur, þú veist, og ég hef aldrei fílað það einhvern veginn, það svona, þú veist, eflaust getur að hefnast vel einhvern tímann, en hérna, þetta var svona fyrsta sem ég upplifi var hérna danskur hópur sem heitir Signe Sørensen, ég nú hætti að fylgjast með þeim þannig að var einhvers, þú veist, en þau voru þarna, þetta var sko 2007 á einhverjum svona
trylltum stað. Og þetta verk, ég fór sko, þetta var hérna geðspítali sem þau settu upp bara í einhverju svona, einhverju byggingu, ég man ekki hvers konar hús þetta var hann í Berlín. Það hét Doren Chaikin Institute og hérna, og allir sem komu inn, voru kannski svona 20 manns í einu inn á bara deildinni og þú komst inn og varst hérna skilgreind sem, það var allir með sama sjúkdóminn sem var einhvers konar minnisleysi af völdum taugaáfalls eða eitthvað svona sem að listi alltaf hérna mjög góða, þú veist, hérna þraut og við vorum öll bara hann eitthvað minnislaus. Og svo, þú veist, það var ekkert, þú veist, við vorum ekkert með neitt handrit eða neitt svona, við vorum bara algjörlega þarna bara í lausu lofti á þessu hérna geðspítala nema við vorum tekin inn í, vorum látið gera leikfimi og hjálpa til við að elda matinn og svo fórum við í svona einhverja þerapíur, ég man eftir mér inn í sko skáp, bara litlum svona fataskáp með einum lækninum sem að klæddi sig í apabúning og lét mig fá svona einhverju svona kylfu og ég átti að berja hann í svona einhverju reiðilosunar og það var eitthvað við þetta sem var hérna bara, þú veist, svo trillt upplifun og svo ólíkt öllu öðru sem að ég hafði nokkuð tímann upplifað. Að ég man að ég var í þessu í eitthvað svona 10 klukkutíma og fór út bara miðnætti þannig einhvers staðar í Prenzlauer og var bara svona ein og byrjaði bara svona að hlaupa borgina ógeðslega lengi bara til þess að svona þú veist, og ég var svona vá, þú veist, mér langar að gera svona verk sem fá mann til þess að bara, þú veist, og það er ógeðslega erfitt að meta, mér finnst líka góð verk sem að, þú veist, maður er ekkert endilega eitthvað, þetta var, þú veist, þau bara virka einhvern veginn inn í maganum og kurla upp í þér og mér finnst gott að það getur höfðað til, þú veist, tilfinningalífsins með einhverju svona, þú veist, yfirfærslu en svo er maður bara ógeðslega lengi að hugsa þau og er ekkert eitthvað, já þetta var virkilega gott að einhvern veginn, þú veist, að þú sért bara útrúlega lengi að hérna, að melta þau. Já, þannig að hérna, þetta var trillt og svo hef ég svona í sviðslist, er ég mjög hrifin á svona hérna heimildaleikhúsi, mann eftir einu mjög áhuga, eða svona áhrifaríku hérna Rimini Protocol sem að margir þekkja nú hér, koma inn svona lokal. Þeir gerðu sýningu sem ég sá í Ríka sem að var hérna bara svona risastór geymir þar sem þú kynnist sko hérna vopnaeign eða svona byssum og vopnum út frá ótrúlega mörgum sjónarhornum, bara vopnaframleiðanda, þú veist, glæpa hérna gengi, þú veist, hérna stríðs, þú veist, þú ferð inn í svona hermi þar sem að og sérð aðstæðurnar hjá þeim sem er að skjóta niður, þú veist, þorp einhvers staðar í hérna Afganistan eða eitthvað svona og þetta svona, þú veist, þetta svona algjörlega breytti bara einhverju að fara í gegnum þetta. Já, þetta er svona í svipinn. En það er áhugavert þetta með hérna, á nefnir þetta líka sem áhrifavalda, hérna sýnir Sörensen sýninguna, að því að þú og Kvistbúm Bang hafi unnið svo mikið með svona þerapíska nálgun í verkum. Já. Ef þú myndir kannski aðeins segja frá því, að því ég held að sé mörgum frekar framandi. Já, mjög áhugavert. Sko, við byrjuðum ekki þar, við byrjuðum rosa mikið í hérna bara, veist, upphafið í allri okkar nálgun er bara hvernig hversdagurinn okkar er handrit og við byrjuðum rosa mikið í svona eðlileikanum og gerðum það sem þú gekkst inn í hjónaband og hefum unnið með fermingaveislur og alls konar svona. En svo bara höfum við verið svo rosalega mikið allar að vinna í sjálfum okkur og bara því meira sem þú gerir það, því meira verður einhvern veginn húgt á því, bara hvernig, þú veist, handritið er miklu dýpra heldur en bara eðlileikun, þú veist, bara, þú veist, handritið í því bara hver við erum og sjálfsmyndin okkar og allt það og þetta, þú veist, er bara svo, það býður upp á svo ótrúlega mikla möguleika og kannski bara því meira sem við þróuðum okkar vinnuaðferðir að þá, þú veist, svona innlimunarleikhús býður upp á svo ótrúlega svona intimate og krefjandi aðstæður fyrir þig bara persónlega. Þetta er svona hérna innra leikhús eins og Sigurður Pálsson orðaði einhvern tímann þegar hann kom á sýningu hjá okkur sem við vorum svo ánægð með. Að þú veist, það bara er bara einhverjar aðstæður og svo upplifir, þú veist, til þess að reyna að kryfja að fá manneskjuna til þess að fara í gegnum eitthvað. Og við höfum beinlínis bara notað það sem bara dramatúrgíu í bara alveg strúktúrin í okkar verkum
að þú veist, innra ferðalag. Já. Og þá það oft, þú veist, kannski í rauninni á 2 plönum eins og eitt verk sem við gerðum hérna Djöfulgangur. Já. Það sem að var, semst svona, hérna, við vorum að fá fólk til þess að gangast að innri svona skuggum og byggðum hann upp á svona hérna tíbeskri hugleiðslu meðal annars þar sem þú ferði í svona, hérna, hjá okkur var það svona sjaman hugleiðsla þar sem að sjaman vakti upp þína innri sko skugga og svo endaði það á eins og gert í þessari hugleiðslu að þú hérna gefur þeim að borða og allt þetta og þú veist, og fólk getur komið inn, þú veist, við ráðum ekki farangrinum og bara dagsforminu sem fólk kemur inn í leikhús. Þannig að sumir upplifðu þessa sýningu bara ógeðslega fyndna, bara skemmtilega og sumir eflaust bara pirrandi og eitthvað svona. En þú veist, það sem okkur fannst heppnast best var þegar fólk bara virkilega átti bara einhver moment með hérna einhverju sem það hafði aldrei dílað við og þarna var gafst eitthvað færi á því. En þú veist, svo eru kannski bara, hjá okkur komast kannski bara 60 manns í allt á sýninguna. Svo kannski bara svona 12 sem upplifðu það. En okkur finnst það að vera bara algjörlega þess virði. Ég veit alveg fólk sem að mann ennþá eftir sér að ná út í hrauninu eitthvað. Já. Upplifði eitthvað rosa uppljómun. Já. Það svolítið magnað. Það hérna, þú veist, náttúrulega bara öll list, þú veist, getur einhvern veginn fengið mann til þess að bara hreyfa við einhverju, þú veist, og þú veist, maður upplifði það alveg á bókum og líka bara á svona sýningu eins og bara hérna Club Romantica eða eitthvað, þó það sé ekki ætlunin. Og það ekki þerapía fyrir okkur að búa sér verk til. Við höfum oftast verið bara, okkur langt svo að fara að sjá þetta því við erum bara í taugaáfalli að gera allt sjálfar og eitthvað svona. En einhvern veginn, mér finnst, þú veist, leikhúsið þú veist, það hefur alltaf verið nátengt þerapíu og svona gyðjuritual í mæðraveldinu voru bara innlimunarleikhús. Þaðan okkar innblástur mjög mikið, bara margra daga ritual þar sem að var notast við, þú veist, hérna alls konar verkefni sem fólk gekk inn í og líka bara hérna performance, þú veist, hérna Gyðjan Bábó kom og sýndi á sér píkuna til að létta stemninguna og hérna alls konar svona, þú veist, þannig að þetta þú veist, þetta náttúrulega svo nálagt hérna bara innri raunveruleika og trúariðkunum og allt þetta, þannig að Grikkinni voru náttúrulega að vinna með, þú veist, markvisst að vinna með katharsis. Já, einmitt, sem náttúrulega bara þerapía. Fara með fólk upp á eitthvað punkt og, þú veist, og einhverja sameiginlega úrvinnslu. Já, einmitt, með því að búa til narratífu, þú veist, sögu sem að þú getur samsamaði með. En það sem við erum að gera ekki saga, heldur bara aðstæður þar sem þú setur alltaf, þú veist, þín saga grundvöllurinn. Akkurat. Bara þú fittar hana inn í eitthvað skapalón í rauninni einhvern veginn. Einmitt. Þannig að mér finnst alltaf besta skilgreiningin að list sé eitthvað sem gerir og einhver annar sé að horfa. Þú veist, þú þarft alltaf, hérna, það ekki list ef ég frem hana í einrúmi. Já, akkurat. Þú veist, það þurfi einhver annar að einhvern veginn upplifa listaverki til þess að það verði listaverk. Einmitt. En þínir áhrifavaldar? Sko, það svo margt einhvern veginn. Þú veist, ég er svona leikhúsbarn, þannig ég var alltaf í leikhúsinu, sá allt og ég held að allt síast inn, sko, ég var alveg bara heltekin að því, sko. Ég man alltaf þegar ég ákvað bara svona, jú, ég ætla að vinna í leikhúsi. Ég var hérna, þegar ég hafði séð Platanov, uppsetning á Platanov hér í Borgarleikhúsinu, inni á Litlasviði og einhvern veginn upplifði eitthvað magnað og hérna, og bara já, ákvað þá að ég ætlaði að reyna að gera þetta og svo líka uppsetning sem situr alltaf í mér sem bara eina af mínum uppáhalds var uppsetning á Öndvegiskonum eftir Werner Svab sem Viðar Eggertsson gerði, sem var líka hérna á Litlasviðinu og hún var ótrúleg, hún var svo hérna anarkísk og ljót og falleg og fyndin og sorgleg. Þetta alveg magnað verk, bara ennþá eitt af mínum uppáhalds, ég hérna les það alveg reglulega og þetta einhver svona sýning sem einmitt bara hristi svo mikið upp í mér, bæði svona einhverju nálgun, ég hef verið bara, ég veit ekki 20 eitthvað svoleiðis, mestarlega kannski menntaskóla og hún hristi einhvern veginn upp í mínum hugmyndum sviðslistir og ekki síst leikritun og
bara svona fór á einhvern mjög óþægilegan en jafnframt áhugaverðan stað. Og Forvitnilegt. ég einhvern veginn tengi svo mikið við það sem þú segir, að það sé eitthvað sem svona, maður kemur út svolítið svona, og og svo líka bara, það sem að kannski mér finnst mest spennandi oft núna er að sjá dans. Og ég hef svolítið verið að, bögglast kannski með það upp á síðkastið að, sko, mér er svo erfitt í sviðslistanum eða í leikhússamhenginu, þessi krafa skiljanleika. Þetta er eitthvað sem ég er búin að hugsa svo mikið og þráhyggjukennt síðustu ár, að við erum ótrúlega hrædd við að fara út fyrir það skiljanlega. Þá meina ég svona intellectual skiljanlegt. Þú veist, að fólk getur komið inn og skilið hvað við erum að segja, skilið hvað er að gerast. Og ég held að hamla okkur stundum svolítið. Og þetta er ekki til staðar í dansinu. Af því að það eru önnur lögmál sem gilda og það er annar sáttmáli sem gengst inn á þegar þú gengur inn á danssýningu. Og mér svo margir af okkar einhvern veginn mörgu frábæru danslistamönnum vera að sko vinna með eitthvað sem fer svo langt svona handan þess svona augljósa. Og það er það sem ég finnst svo spennandi við að fara á danssýningur. Mér finnst bara einmitt mörg síðust ár, það er það ótrúlega oft. Ég er kannski svona orðin pínu einhvern veginn bara, þú veist, eitthvað, er þetta leikhús, eitthvað, bla bla bla. Og svo fer maður sér eitthvað danssýningu og þá kviknar bara allt, fer allt af stað. Þú veist, það er eitthvað svona ótrúlega svona frumstætt í manni og þú veist, maður kannski bara grætur og veit samt ekki af hverju. Og það er þetta sem ég finnst svo áhugavert og það sem mér langar svo að slíta mig frá skiljanleikanum. En það er rosa svona, kannski takmarkaðar forsendur fyrir því að gera það. Vegna þess að það er alltaf svo stór umgjörð leikhús og maður svona dettur alltaf inn í, þú veist, narratífuna. Af því að það er einhvern veginn líka þessi sáttmáli, sko. Hvað áhorfendur gangast inn á ef þú kemur inn í leikhús, við hverju máttu búast. Má maður svíkja það mikið? Skilur hvað ég meina? Alveg, já. Þannig að ég er búin að vera svolítið bara upptekin af því að velta þessu fyrir mér. En mér finnst strax samt sko eins og mér finnst langskemmtilegast að skrifa fyrir útvarpsleikhúsið. Af því að það bara er einhvern veginn, mér finnst það komið svona á einhvern stað þar sem er kannski minna gert úr þessari kröfu. Og ég er ekki að meina sko, ég er að meina að þessi krafa er jafn mikið innra með manni sjálfum sko. Ég er ekki að meina að allir standi fyrir utan mann og sé bara, þetta verður að vera skiljanlegt, heldur maður er sjálfu með svona innri löggu. Og mér finnst svona, kannski hafa verið áhugaverðari tilraunir með form, til dæmis bara í útvarpsleikhúsinu á síðustu árum. Þar sem að maður má einhvern veginn prófa aðeins eitthvað annað sko, vera minna augljós. En þú veist, það er áhugavert að sjá hversu langt við getum farið með sko textavinnu á svipaðan stað og svona þessi líkamlega vinna getur farið. Af því mér finnst það svo trillt sko með dansinn. Já. Einhvern veginn. Já, einmitt. Já, ég tengi algjörlega við þetta með dansinn. Og ég man eftir er hún ekki frá Belgíu, sko, Florian Herð. Já, eitthvað svona, já. Já, sem að kom hérna á lokal. Dansfestival, já. Já, Everybody Spectacular fyrir nokkrum árum og það var svo sjúklega dýnamískt og maður skildi einmitt ekki eins og svo endaði að þau einhvern veginn héngu upp í loftinu og stunduðu einhvers konar platónísk mök, ef það er hægt að segja svo, en það var það sem var að gerast. Að það var penetration með svona einhverjum lim og þú veist, ég var bara grátandi út af því að þetta var bara eitthvað, þú veist, eitthvað svona að höfða til allra, einhvern veginn líkams bara, já, allra skynjara, en þú veist, ég bara, það talaði við mig bara einmitt þú veist, talaði bara við einhverja rætur, og það er svo geðveikt. Einmitt. Og það getur líka, þú veist, textin gert og orðið. Það er bara, maður þarf stundum að kannski bara sjálfur slíta meira af sér ramman, sko. Þannig að verður ótrúlega spennandi að sjá til dæmis bara hvað þú gerir hér, verði ég að segja. Það verður mjög gaman. Já, takk fyrir það. Ég hlakka mjög til. Þetta verður eitthvað. Hvað kemur út úr þessu? Einmitt. Ef við ekki bara segja þetta gott og bara þakka fyrir okkur. Við erum allavega búin að koma heila með gang, held ég. Já, ég held það. Já, takk fyrir. Takk.